can see your face. Though you're far away, me and you. Komið sælblessuð og velkomin í þennan auka þátt af spursmálum mánudaginn 9. febrúar. Við efnum til hans í ljósi nýrra tíðinda vettvangi borgarpólitíkurinnar. Ari Edwald verður oddviti Miðflokksins í kosningunum 16. maí næstkomandi. Þar með orðið ljóst að 4 fyrrum sjálfstæðismenn verma efstu sætin hjá andstæðingum Sjálfstæðisflokksins og svo það Hildur Björnsdóttir sem að leiðir sjálfstæðismenn inn í þessar kosningar. Ég ætla að ræða hér næstu mínúturnar við Ara hvað veldur því að hann hefur ákveðið að skipta flokk og hvernig hann hyggst beita sér í borgarmálunum nái hann og flokkur hans kjörfylgi til þess. Fylgist þið með. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy who's feeling. Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Nýr Kia Sportage með þér í allri hreyfingu. Askja. Klæddu bygginguna í stíl með álklæðningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntu þér möguleikana á limtrevírnet.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Hér hjá A4 húsgögnum bjóðum við upp á fjölbreytt úrval skrifborðsstóla við allra hæfi. Endilega kíktu til okkar í heimsókn í Skeifuna 17 ef þið vantar frekari upplýsingar. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ekki gjalda fyrir útgjöldin. Cardio. Einfaldari útgjöld. Vantar þig bílavarahluti? Á Polsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum allt land. Polsen.is. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæl að nýju. Þau tíðindi bárust eins og ég nefndi að Ari Edwald væri orðinn oddviti Miðflokksins í Reykjavíkurborg og hann er hingað kominn í setti til mín og við ætlum að fara yfir áherslumál flokksins og hans í komandi kosningum í maí næstkomandi. Velkomin Ari. Takk. Þetta kom mér nú í opna skjöldu sanna sagna. Hefur þetta mál átt sér langan aðdraganda? Þetta átt sér nú ekki langan aðdraganda. Þetta var nú bara svona ámólgað sem einhver möguleiki bara fyrir nokkrum vikum síðan og ekki endanlega ákveðið fyrir 10 dagar eða svo síðan að það var svona endanlega niðurstaðan. En það var svona verið að horfa til margra þátta varðandi heildar mönnun og annað. Og ég held að við séum komið með mjög sterkan lista og samstæðan hóp. En það er gaman að þú nefndi nú þetta dularfulla myndband hver er maðurinn að það er auðvitað fólk að vinna með okkur sem er fært í þessu samfélagsmiðla sprelli getur maður sagt og þú getur rétt ímyndar að það er kannski ekki endilega ég en þetta var nú svolítið svona eins og fattaauglýsingu en það var svolítið gaman þessum samkvæmisleik að fólk var með vangaveltur hver ætti hlut og mér var svona allt í lagi sko að mann heldur ég að vera Jansgarðar og skrítið samt með hnetusmjörið en þegar menn fóru yfir í sko Hermann Guðmundsson og konið svo Jón Magnússon og Jón Hauksson og þá þetta nú allt eldri menn en ég bara svo það sé sagt og þá fannst mér þetta orðið gott.
Já, og rétt að bara skýra frá þessu. Aðrir hafa sagt að þetta sé þetta félagaskiptaglugginn í fótboltanum. Já. Og sannlega þetta félagaskiptagluggi og kannski förum við þá eftir, en spurning varðandi þessa ákvörðun, það Sigmundur Davíðs hefur samband við þig eða hvernig gerast kaupin á Eyrinni? Já, hann meðal annars, ég hef tengst við hann, en svo nefnda störfum og fólk, ég veit ekki hvað ég á að vera svara fyrir það, svona nýkomin í miðflokkinn að vera að svara fyrir slíkt starf, en já, það bara þessi kjörnefnd sem búin að vera að vinna með þetta. Man gerir það. Þú hefur verið sjálfstæðismaður til áratuga eins og þú þetta tekur fram og ferð ekki dult með, gæti það nú ekki mjög auðveldlega. Þetta ámálga við þig fyrir nokkrum vikum síðan. Hvað fer í gegnum hugaðinn? Hefur velt þessu fyrir þér áður að skipta lið í pólitíkinni eða hvernig það? Já, þetta náttúrulega, þetta kannski ekki neitt sársaukafullt uppgjör þannig, ég hef ekki verið að störfum í Sjálfstæðisflokknum fram á þennan síðasta dag, ég verið síðast á landsfundi klæða 2018 og ekkert verið þar síðan, en þú veist nú kannski að kærasta mín, hún Ingibjörg Davíðsdóttir þingmaður fyrir Miðflokkinn, fyrir Norðvesturkjördæmi. Já, borgfirðingur með meiru? Já, og auðvitað hef ég og ég náttúrulega verið vinátta hjá okkur Sigmundi langa hríð og ég hef haft mjög mikið álit á honum. Ég tel hann vera einn allra mikilvægasta stjórnmálamann Íslands á síðustu áratugum. Ég veist að þú ert sammála mér það, maður horfir til stöðuleika samninganna og skuldaleiðréttingarinnar og slíkra mála, að hann stefnufastur og klár og veit hvað þarf að gera og menn tala populisma, en mér finnst þetta einmitt alveg öfugt því að hann setur fram sína skoðanir og fari í gegnum það að vera með 3 þingmenn kjörna út á það og undir 5% fylgi og svo bara halda þær áfram með sitt sama prógram, og það sú stefnufesta sem að skila núna á landsvísu yfir 15 atkvæða í könnunum, prósent þá í könnunum, það ekki atkvæði. Þannig að ég hef bara haft mjög mikið álit á þessu og þeirra vinnubröðum. Þannig að það var nú svona kannski gert smátt og smátt, en eins og ég segi, þetta samt ekkert eitthvað sársaukafullt, eitthvað uppgjör við Sjálfstæðisflokkinn. Svo bara ritstjórinn þinn hefur sagt oft, við lesum í textum, að flokkar eru bara tæki til að ná árangri og þeir eru ekki meira virði heldur en hugmyndirnar sem þeir hafa til þess að glíma við áskorunna framundan. Og því ég heyrði í inngangnum að þú varst að nefna hvað sjálfstæðismenn skipuðu marga lista. Þetta er dálítið fyndið, vegna þess að ég var niður á Skólavörðustíg áðan á lögfræðistofu sem ég hef verið með annan fótinn og Nordic lögfræðiþjónusta og RÚV kom þangað og tók viðtal við mig fyrir utan og þau voru mikið að spyrja þetta að maður veri farin úr Sjálfstæðisflokknum. Þá gekk fram hjá Ari Magg ljósmyndari sem þetta fyrir neðan og var félagi í SÚS í gamla daga sem ég var, en líka allir sem hann taldi upp, því hann sagði blessaður, sjálfstæðismenn allra flokkar sameinist. Sjálfstæðisflokkurinn með alla frambjóðendurna í öllum flokkum. Björg Magnúsdóttir var í ungliðastarfinu, Pétur Martinsson var í Sjálfstæðisflokknum þar til nýlega, Einar Þorsteinsson var virkur í Sjálfstæðisflokknum. Já, og ég og Hildur verið það líka, ekki? Hildur var og og ég vonar að Sjálfstæðismenn haldi í hana allavega fram yfir kosningar. En hvernig, þú talar stefnufestu Miðflokksins. Þetta samt segir mér eitthvað, ef ég má alltaf áfram, ég var að stýra Sjálfstæðisflokknum og gera eins og Sigmundur, hann sést alltaf að segja til, að þá þetta náttúrulega einhver vísbending að þeir þurfa að skoða á hvaða leiðir eru ef að það svona mikil straumur í burtu, hvort það sé einhver upplausn. Það einmitt það að hvort að þarna sé einhvað stefnuleysi sem að þú segist ekki finna í Miðflokknum. Þú ert búin að vera sjálfstæðismaður í áratugi, þú hefur verið í trúnaðarstörfum fyrir flokkinn, þú varst aðstoðarmaður Þorsteins Pálssonar í bæði sjávarútvegsráðuneytinu og dómsmálaráðuneytinu, þú fórst í prókjör fyrir Sjálfstæðisflokkinn og það var 94. Það var 94, í október eða nóvember 94, hver gleymir því. En spurningin þá þessi, hvað það við Sjálfstæðisflokkinn í dag sem veldur því að þú telur
heppilegt eða eðlilegt að bjóða fram kraftaðinn á vettvangi Miðflokksins en ekki til dæmis á vettvangi Sjálfstæðisflokksins fyrst þú hefur brennandi áhuga á borgarmálunum? Já, sko, það er ekki það að maður þá leiti þá ekki eftir því þar, heldur eins og ég nefndi, Miðflokkurinn leitar til mín að skipa þetta sæti og ég finn hljómgrunn og tel að ég geti komið mínum skoðunum og áherslum þar fram. Ég tel að Sjálfstæðisflokkurinn þurfa að skerpa á sér og það er náttúrulega ekki mitt að tala fyrir þá. Þegar ég er að byrja núna að kynna mér þessi mál meira í þaula, ég hef auðvitað fylgst með og haft brennandi áhuga og lesið allar greinar sem eru skrifaðar eins og borgarlínuna núna í mörg ár. Þórarinn Hjaltason og Elías Elíasson og fleiri verið iðnir við að skrifa. En samt þegar maður fer að kafa onni í þetta, þá finnst mér þetta ennþá verra og ennþá meiri vitleysa heldur en að mér hefur nokkuð tíman bara komið í hug varðandi það á hvað leiðmenn eru. Þannig að mér finnst að það hefði þurft að hrópa sko miklu hærra og vera miklu skelegari og auðvitað Sjálfstæðisflokkurinn í heild ekki nógu skelegur gagnvart þessu því það var nú bara hér í þættinum hjá þér held ég, hún Sandra daginn Ókares var hún ekki hjá þér? Já. Jú, þar sem að hún sagði hún ætlaði að varaborgarfulltrúi að hætta, ég tæki það fram og ágætis manneskja, ég kannast við hana en hún var samt að segja það hér í þættinum og auðvitað sem stjórnmálamaður að það væri of seint að stoppa borgarlínu og það væri allir orðnir sammála þetta nema Miðflokkurinn. Það sagði hún. Þetta er nú eitt svona mikilvægasta máli finnst mér til að rífa í handbremsuna þó að séu fleiri. Ég ætla einmitt að fara yfir stóru málin sem að þú hefur reyndar listað upp í yfirlýsingu þinni. Aðeins áfram mál sem hafa verið rifjuð upp eðli mál samkvæmt núna þegar þú stígur inn á þau pólitíska svið með gríðarlegum hvelli. Mál sem að við höfum eitthvað tekið til upp á síðustu árum oft nefnt Vítaljumálið sem að hafði gríðarlegar afleiðingar fyrir því persónlega á sínum atvinnuferli. Mál sem að skók samfélagið varðaði meinta ósæmilega hegðun í sumarbústað út á landi. Þegar þú tekur þessa ákvörðun núna þá hefur væntanlega gert þér grein fyrir því að þessi mál eru rifjuð upp. Þegar þú horfir tilbaka, hvaða mynd myndur þú teikna upp af þessum atburðum? Ég er ekki að fara að teikna upp núna neina mynd af þessum atburðum en þetta er alveg rétt hjá þér að þetta var erfitt mál og var erfitt fyrir mig og mína fjölskyldu í mörg ár. Og margar fjölskyldur og margar átt sárt að binda vegna þessa máls en eins og þú segir, það hefði gríðarlega áhrif og ég varði miklum tíma þetta mál en það er líka bara komið gott og það er það sem ég segi að ég hef ekki til að skammast mér fyrir í kringum þetta mál og gæti alveg setið hér og rætt við það í 3-4 klukkutíma sko en það er ekki mitt erindi núna, þetta tók af mér mörg ár og ég gerði það eina sem ég gat gert þegar þetta mál kom upp og ég var saklaus borinn röngum sökum að ég leitaði til yfirvalda, ég kærði máli til yfirvalda vegna þess og eins og ég sagði þá að annars væri hætta á því að þið sanna kæmi ekki fram. Þessi atvik sem þetta vísa til eru fyrir 6 árum síðan verða á þessu ári. Þannig að þó þetta tæki langan tíma þá fékk málið lokaniðurstöðu í formlegum farvegi 23 sem er að verða þá 3 ár síðan, núna í ár. Þannig að ég segi, eftir þennan feril og þessa miklu skoðun sem leiddi í ljós að það er ásakanir sem voru hafðar uppi voru tilhæfulausar, þá bara á ég rétt á því að skilja þetta mál eftir í fortíðinni. Og ég finn svo vel núna, því að ég veit ekki hvort þetta reyna að fá mig til að tala sko meir það, en auðvitað hefur það verið erfitt oft og þetta leitar á mann daglega sko, á köflum. Og auðvitað hefði vilja vera laus við það og hefði eftir að hyggja gjarnan vilja hafa verið mjög langt frá bara þessum aðstæðum. En þú breytir ekki fortíðinni og þrátt fyrir allt, þá lærir af öllu. Allt er þetta nú lífsreynsla og styrkir þig til framtíðar þegar þú ert komin í gegn það. Þó maður átti sig ekki á því endilega á tímabili. Þannig að, en ég finn það svo vel eftir ég tók þetta að mér núna og er að hella mér út í að kynna mér málin og hvað þurfum að gera og hvernig við getum snúið okkur að það bara grípur mann
og þessar áskoranir og það sem ég þarf að vinna að og þá þetta ennþá skýrara að það þarf að skilja þetta eftir í fortíðinni og en það var rætt miklu meira heldur en það verðskuldaði þannig að það alveg sko gjörrætt. Já sko það gjörrætt en spurningin bara í raun sem að menn eðlimál samkvæmt velta fyrir sig í pólitíkinni hvort að þetta sé uppgert í huga almennings hvort að það hafi fengið á lúkningu sem þyrfti nú erum við að horfa upp á allskyns mál af alvarlegri en kannski eðlislíkum toga í mörgum tilvikum sem eru að hríslast út alla heimsbyggðina og fólk ósátt við þetta þannig að spurningin varðar það bara hvort að þú þurfir að ræða þetta í skipti fyrir öll eða hvort að þú eigir að vera heimting á því að það sé sett aftur fyrir okkur. Ég held það síðarnefnda hjá þér ég held að þar hafi ég verið að ræða þetta í skipti fyrir öll fyrir 12 árum fyrir 3 árum og mér fannst nú það hefur oft samt gosið upp einhver umræða og það var til dæmis bara í byrjun síðasta árs var umfjöllun þetta mál og þá las ég pistil eftir Kolbrúnu Bergþórsdóttur og að því að svona sé einhver tímann á síðasta ári sunnudaginn 9. febrúar sem ég las þann pistil sem að mér fannst svo frábær og mér fannst það nú bara verið eins og niðurstaða áfrýjunardóms varðandi þessu umræðu í heild því þá tók hún bara til umfjöllunar sem kallaði sektin í MeToo-byltingunni og hún varði lokaorðunum í þetta mál og og ég hveti þá til að renni yfir þar ég man þess að greið mjög vel því að hún var alveg bara frábær og en ég held líka að sé þannig þegar þú spyrð hvort að þetta sé eitthvað sem sé mjög ofal í huga fólks en þá ég held að þegar svona mál komi upp að þá fólk tekur ekki afstöðu til þeirra á grundvelli staðreynda í upphafi. Tilfinningarnar ráða og það verða mikill gusugangur. Og ef að því svo sem gefur laust tauminn og jafnvel fjölmiðlar kind undir þá getur það tekið lengri tíma að koma niður. En á endanum flýtur sannleikurinn upp og skynsemin ræður meira nær meira yfirhöndinni. Og þú sér líka hvað þjóðfélagið hefur breyst því að það kom upp mál daginn sem myndi mig kannski á þessar ásakanir varðaði endurskoðunarfyrirtæki og þar var ákært held ég örugglega ég sé að fara rétt með á grundvelli kæru sem allt öðruvísi en var í hinum málunum að og þá bara stígur forstjórinn til hliðar og stjórnin gefur það svar til fjölmiðla að forstjórinn hefur stigið til hliðar og stjórnin mun ekki tjá sig frekar þetta mál fyrir niðurstaða liggi fyrir og fjölmiðlar hafa ekkert fjallað það meira og máli fær bara vera í málefnalegum farvegi fyrir þar til bæra stjórnvöldum. Já, þú veist þannig að þetta telji nú sýna að staðan allt önnur í samfélaginu heldur en var fyrir 3-4-5 árum sko. Líturðu svo á að þú sért fórnarlamb þessar MeToo-byltingar og hvernig hún gekk fram? Ég myndi aldrei kalla mig það. Þú fylgist nú örugglega með þeim félögum Charlie Munger og Warren Buffett og Charlie heitinn, hann sagði það alltaf, sama hvað gerist, aldrei vera fórnarlamb. Það bara versta og verslaunaðasta og lélegasta hlutverk sem þú getur valið, aldrei vera það. Þannig að ég hef aldrei litið á mig sem eitt fórnarlamb neins staðar. Eins og ég segi, ég hef nú almennt átt mjög góðan feril og bara gengið vel, börnin heilbrigð og fjölskyldan samhent og allt bara gengið bara almennt ljómandi vel og þannig að ég hef nú oft hugsað að ég get heldur ekkert ætlast til þess að lífið líði þannig að koma aldrei neitt upp. Það verði ekki allir fyrir einhverju. Það var nú bara einhver sem sagði við mig daginn að það væri uppáhalds málshátturinn hans væri eitthvað eða svona orðtak frá Mike Tyson að þú hefðir alls konar plön og skoðanir þangað til einhver kýlir þig í andlitið. Þetta Hann þekkti það? Já, og sóttist eftir í eitthvað. Fékk borgað fyrir það? Já, fékk vel borgað. En sko, þú ert nú lögfræðingur með, þú komið víða við, þú varst fyrsti framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og þú tekið þér ýmis ábyrgðarstörf, auðvitað varst forstjóri á mjög umdeildu fyrirtæki 365 miðlum, síðan varstu Ég er að heyra það núna, að við erum umdeilt. Nei, það var, ég meina það guðstöðum það fyrirtæki, en sömuleiðis varstu forstjóri Mjólkursamsölunnar þegar Samkynhneigðseftirlitið var að taka á ykkur og leggja okkur mörg hundruð milljóna sektir út af meintum samkynhneigðslagabrotum. Þetta eru allt hlutir sem hafa
áhrif á pólitíska ímynd fólks. Er það ekki rétt? En væntanlega muna allir sem fylgjast með fjölmiðlum að það mál sem þú ert að vísa til samkeppnismálið hjá Mjólkursamvinnunni, það kom upp árið 2012. Ég var ráðinn 2015. En þú svaraði fyrir það og sektin var greidd? Já. Og sko, máli vannst á stjórnsýslustigi fyrir áfrýjunarnefnd samkeppnismála áttu það sem að mér fannst nú skipta mjög miklu máli þó að það færi síðan í dómstólafarveg og sem lauk eftir ég var hættur Mjólkursamvinnunni því að ég lauk störfum þar í september 2020 þarna þegar að þetta málkom sem þú varst að vísa til þá á 22 þá var ég eingöngu að vinna í erlendum verkefnum. Útflutningsmálum Skyrsins? Já, hafði þannig að þegar mér minni hafi verið 4. mars 2021 sem að Hæstaréttardómurinn gekk í samkeppnismálinu þannig að þegar það hófst og þegar þið lauk var ég ekki forstjóri en ég er ekki að segja það til að víkja mér undan því að maður auðvitað sem forsvarsmaður félagsins bara í sókn og vörn gekk fram fyrir skjöldu og bara og þess ég segi það skiptir mér máli að máli vannst á stjórnsýslustigi það lítur að segja okkur það að þetta voru þarna lögfræðilega álitamál það var ekkert eins og væri verið að fremja einhver afbrot með ásetningi. Nei, ég aðalega að spyrja út í þetta bara út frá ásýndinu, fólk að koma í pólitíkin úr ólíkum áttum en þarna eru stór mál sem að hafa skekið samfélagið og fólk þegar það leggur þig á vogarskálarnar það hvernig það á að kjósa spurningin hvort að þetta þvælist fyrir eða skipta engu máli. Ég segi bara hér stend ég og get ekki annað og þessi fortíð auðvitað það sem ég er nú með að hæla mér af henni nánast þú rekur þetta í pislinum þú segir eins og Martin Luther fyrir þinginu í Worms þú fer síðan yfir stóru málin þú ert búin að nefna hér borgarlínuna það risastórt fjárfestingaverkefni sem að og eins og þú nefnir flestir flokkar hafa einhvern veginn flækst inn í og tekið þátt í að samþykkja nú horfa menn upp á gríðarlega breytingar á Suðurlandsbrautinni vegna skipulagsmála eða skipulagsákvarðana borgarinnar ef þú færð skýrt umboð eða hefur tækið til að mynda meirihluta í borginni að loknum kosningu 16. maí hvaða skref það stigin varðandi borgarlínuna og samgöngusáttmálann? Það verður bara að stíga á bremsuna og staldra við og endurskoða frá grunni. Til dæmis þegar hún nefnir þarna Suðurlandsbrautina, þá er þetta svo augljóslega bara járnbrautarslys í uppsiglingu sem að bara má ekki gerast og það verður bara að stöðva. Og þetta er dæmi það sem ég var að lýsa áðan þegar maður fer að rýna í málin og horfir á þversniðið af brautinni og búið að hafa bara eina rein fyrir bíla í hvor átt og ég segi reina því þetta er ekki venjuleg umferðarakrein eins og við þekkjum það er sérstaklega tekið fram að þessu 20 cm háir steinkantar hvorum megin þannig að maður fer að velta fyrir sér hvað gerist eða aftanákeysla eða bensínlaus bíl eða bilaður eða það ómögulegt að komast fram hjá honum og hvernig verður með svona sjúkrabíla og svo neyðarbíla, neyðarakstur. En þetta er 100 milljarða verkefni, var það líka stokk við Sæbraut, göng við Miklubraut og annað í þeim dúr. Ef að það er yfir bremsun og annað, kallar það ekki gríðarlegan kostnað og gríðarlega tafir á nauðsynlegum framfaraverkefnum í samgönguæðinni? Já, framfaraverkefnum, það er talað mikla sátt og það er bara gott fólk sem við þekkjum sem að kemur að því að endurnýja samgöngusáttmála og meðal annars bæjarstjórar allra bæjanna hérna í kring fólk sem ég þekki að góðu einu Hafnarfirði, Garðabæ, Kópavogi og Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ. Gamlir félagar og sjálfstæðisflokkur. Já, og maður spyr sig, hvernig stendur á því að þið hafa verið að skrifa upp á þetta en hún Rósa Guðbjartsdóttir skýrði það nú ágætlega daginn í færslu að þau hefði ekkert verið að skrifa upp á þetta. Þessi bæjar ætla ekki að fækka bílastæðum eða fækka akreinum fyrir bíla. Þeir ætla bara að búa til sér akrein fyrir strætó. Og þannig að þau séu að greiða fyrir almenningssamgöngum en ekki markvisst að þrengja bílaumferð. Og mér finnst þau samt ekki alveg saklaus því að það er undirliggjandi forsenda í samgöngusáttmálanum og þessum pælingum borgarlínu að það verði töluverð aukning í notkun
og hún gerist með því að það sé þrengt að bílnum allavega í Reykjavík. Þannig að það nú svona forsenda, en sko ég var að hlusta bara í útvarpinu núna fyrir helgi, þá var umferðarverkfræðingur hérna frá borginni sem var að tala hérna hjá þeim í Reykjavík síðdegis þetta og sko maður bara verður svona óttasleginn þegar maður hlustar á þetta tal, því mér finnst það bara, það alveg án tengingar við veruleikann. Í hverju lýsir það sér? Það lýsir sér í því að hann sagði, sko, hann var spurður að því, nú þarna töluverð umferð að teppa nú þegar. Það eru 2 akreinar hvor átt. Hvernig gerist þá þegar bara tekna 2 í burtu og þegar hún annar ekki því sem hún á að flytja nú þegar? Og þá sagði hann, fræðingurinn, við gerum náttúrulega ráð fyrir því og það hluti okkar forsendum að bílaumferð á Suðurlandsbraut sé að minnka og hún mun á næsta ári minnka 30%. Hvernig dettur mönnum í huga að setja svona fram? Og hver trúir þessu? Og það voru alltaf í huga, þetta sama fólkið sem með þessar kenningar og setja fram eins og grínast nú áfram með tilstöður utan úr heimi, þegar einhver segir sko, treystu mér, ég frá hennu opinber og ég hérna til að hjálpa sko. Þetta sama fólkið og sagði að ef við myndum hætta öllum framkvæmdum til að greiða fyrir umferð í Reykjavík sem hefur bara verið stopp síðan svona 2005 þegar var verið að gera Víkurveg og hérna í Fífuhvammi eða þar hérna yfir Hafnarfjarðarveginn, yfir Reykjanesbrautina segja. Það voru alls konar framkvæmdir í gangi en svo bara var stopp. Og peningunum varið í að ýta undir strætó af því að það var bara 4% sem að notaði strætó og það að setja milljarð á ári í 5 ár átt að ná því bara upp í 12%. En að tímanu liðinu var enn 4 og hvað var gert? Tilraunum var bara framlengt og halda áfram að dæla peningum og alltaf verða bara 4%. Fræðingurinn sagði nú einmitt að það hefði aukist sko farþegafjöldinn, hann auðvitað aukist í að fólkinu hefur fjölgað en það enn 4% eða kannski þokast að 5. Þannig að þú getur rétt ímyndað hvort maður tekur mark á því þegar það sagt að það að fara að minnka umferðin Suðurlandsbraut að því hún að fara í stokkin sem á að byggja í Sæbraut eða stokkin sem á að byggja í Miklubraut. Fyrir mér hljómar þetta nú bara eins og svo ætlum að fljúga með alla Reykvíkinga út á Seltjarnarnes og fljúga eins og bara upp í Breiðholt. Þetta er bara eitthvað svona absúrt tal, sko. Þú myndir taka í bremsuna í Suðurlandsbrautinni. Algjörlega. En hvað það annað sem að þið myndu gera til að greiða? Bara til að aðeins að klára þetta, sko, af því að mér finnst líka bara orðræðan vera svo svona vekja tálvonir, eða svona, þetta er svona tálsýn, segja ekki blekkingar, en því það er alltaf að tala hágæða almenningssamgöngur og þegar þarna er spurningin, verður ekki rosalega teppa við þjóðarhöllina, þegar það er gríðarlegur fjöldi fólks að fram og tilbaka. Nei, af því þarna verðum við með sérstaklega langan brautarpall, og hugsa okkur brautarpall, af því, þú veist, hver munurinn á venjulegum strætó og strætó sem eru hágæða almenningssamgöngur. Þetta er strætó sem gengur fyrir dísilolíu sem með gúmmídekk. Þess að sagði það öðru spjalli dag að það er engin brautarpallur, það er engin járnbrautarlest, það er bara járnbrautarslys. En hvað hyggist þið gera fyrst að þetta er allt ómögulegt? Það er ljóst að umferðin er í klessu, vegakerfið er sprungið. Hvaða verkefni er það sem að þú sér fyrir þér að þið myndu setja á oddinum leið þið kemst til valda? Já, sko, þegar ég segi endurskoða frá grunni, þá er það náttúrulega það að það búið að vera að vinna í því að þrengja umferð hér og þar og það er búið að vera að vinna í því að fækka bílastæðum og samt segir borgarfulltrúi að íbúðarhúsnæði sé að hækka í verði að því að þau séu mörg stæði. Það voru engin vandræði með stæði í Álfheimónum þegar ég var að alveg starra upp í Vogahverfinu. Það voru nóg af bílastæðum þar, sko. Vísu voru fyrst með bara rauðamöl og ekki framförður úr malbygguðan. En við myndum hætta að þrengja að umferðinni og fylgja þessari öfgastefnu sem er auðvitað bara pólitísk öfgastefna en ekki í reynd sko eitthvað verkfræðileg nálgun að því að greiða fyrir samgöngum. Þú veist, og þessum bara æðum
okkar samfélag sem að umferðin og svona þessi vegir og stoppbrautir eru. En myndu styðja Stockholm Sæbraut, Miklubraut, eða myndu til þess að rífa í bremsuna varðandi Fossvogsbrúna sem verður ekki ætluð almennings Já, mér finnst mjög skrítið að hún sé byggð eingöngu í kringu þetta, en ég vil nú samt ekki úttala svona einstakar framkvæmdir, nema það þetta ljóst að allt, tekur þetta allt og langan tíma sem horfið til framfara eins og Sundabrautin og og þau geta útiloka göng og stokka og þetta mislæg gatnamót, en það þarf að ráðast í framkvæmdir sem greiða fyrir umferð en ekki sem að tefja fyrir umferð. Og ég algjörlega bara mótfallin því að það sé verkefnið að knýja borgarbúa til að breyta sínu lífstíl gegn vilja þeirra. Því það það sem að gerast. Bæði kannanir, þær sýna þetta. Ég var að lesa könnun Klasa daginn sem sýnir að fólk metur það mjög mikilvægt að hafa bílastæði í nágrenni við sitt heimili. Vill ekki, stærsti hlutin ekki labba lengri en 50 metra og helst alls ekki lengri en 100. Samt eru hönnuð hverfi þar sem að þú þurfur að vera að rogast 600 metra með börnin og vörurnar úr búðinni. Ef þú ert svo heppinn að fá inn í, ef þú nýtur þess lúxus að hafa aðstöðu fyrir bíl. Þarna bara ekkert verið að hlusta. Þetta ekki lýðræðislegt. Það ekki verið að hlusta á borgarbúa. Hvorki kannanir, þá könnun sem öllu skiptir, kosningarnar, því það náttúrulega búið að fara í gegnum kosningar eftir kosningar, þar sem að stjórnmálar hafa lofað breytingum og hafa talað á þann veg að þeir muni breyta kúrs. Þannig að svo hefur það ekki gerst. Skipulagsmálin eru þetta svona stærri myndin af þessum samgöngum. Ljóst að borgin hefur haft mikil áhrif í því hvernig fasteignamarkaðurinn hefur þróast. Algjörlega. Það hefur ekki verið nægirt byggingaland. Á glæru sýningum verið að tala mikla fjölgun íbúða upp í Úlfarsárdal, sömuleiðis Keldnaholtið hluti af lausninni við borgarlínuna, bara fjármögnun verkefnisins. En þegar maður skoðar þær tölur, þá varpar það ljósi á að þetta er landsvæði sem annar í raun og veru litlum hluta þeirrar eftirspurnar sem við sjáum framundan á komandi árum. Hvert vill Miðflokkurinn að borgin vaxi á komandi árum í ljósi þess að Keldnaholtið og Úlfarsárdalur ekki nóg í þeim efnum? Já, ég algjörlega sammála þessu að bara þessi hugsun að afmarka hvað kalla vaxtamörk sem ekki bara Reykjavík tekur á sig heldur vill binda önnur sveitarfélög í. Og þau hafa öll bundið sig í. Já, og það verið að tala að rýmka þau. Ég mest sammála því sem Orri Björnsson var að segja í Hafnarfirði núna í prófkjörnum sem var að ljúka helgina. Hann sagði, ég las það í viðtali hjá ykkur, að hann sagðist ekki skilja þörfin á því að hafa þessi vaxtamörk yfir höfuð. Ég bara 100% sammála honum. Ég veit ekki nákvæmlega hvaða svæði núna, hvort það Kjalarnesi eða Leirvogsdal eða hvar væri best að bera niður. Sundabrautin klárlega greiði fyrir því að byggðin geti þróast til norðurs. Á Kjalarnesi, Geldinganesið. En það algjörlega ljóst að það þarf að brjóta meira land undir húsnæði og þetta stefna sem einmitt komin í ógöngur að þessi ofuráhersla á þéttingu byggðar og að þrengja að og þetta hangir svolítið saman, það rétt að því við erum að tala borgarlínuna en þú getur greitt fyrir almenningssamgöngum án þess að þú þurfur stípla bílaumferðina eða byggja blokkir svo þétt og hátt að þú sjáir ekki til sólar í íbúðinni. Þetta ekkert sem kallar á það og þetta hefur leitt til þess að íbúðarhúsnæði, það þetta sem hefur leitt til þess að íbúðarhúsnæði hefur hækkað svona mikið í verði og síðan kröfur borgaryfirvalda alls konar dýrar úrlausnir eða það eigi að vera lítið blómlegt fyrirtæki á jarðhæð. Það eigi að láta hafa á undirverði til borgarinnar svo margar íbúðir fyrir félagsbústaði og svo framvegis. Af því að húsnæði verður svo dýrt að það verður kallar á meiri og meiri félagsleg úrræði til að setja plástur
á að því það er alltaf verið erfiðara og erfiðara fyrir fólk að eignast eigið húsnæði og sem leiðir til þess að sko barnafólk flýr úr borginni og þau njóta þess austur í Ölfusi og Árborg og víðar. Jafnvel ekki náttúrulega í Kópavogi. Annað atriði sem að hefur mikil áhrif og það að sjóða upp úr í leikskólakerfinu á Reykjavíkurborg. Þú nefnir það í yfirlýsinguðinni í morgun. Reykjavíkurborg virðist ætla bara að halda sig við sína stefnu, en er miðflokkurinn með lausn á vandanum eða er vandinn fólkinn í lausninu sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur komið í Kópavogi? Já, ég skoðaði það og það leiðir allan til þess að þau geta mannað leikskólan en sko, það ég sá einhverja kvartanir sko, vegna þess að ef að þeim dugar ekki 6 klukkutímanir þá sitt talsvert dýrara sko 7. klukkutíminn og ennþá dýrara 8. Þar getur minnst að þurft að koma til móts við efnaminni ef að það er sko niðurstaðan. En eitthvað þarf að gera og það eru þarna skilst bara allir leikskólastjórnendur 63 sem að taka undir þessi mótmæli. En þetta sko hræðir mig sko líka sko hvernig þessi stjórnarhættir eru að það sé það sama eins og með áætlanir á öðrum sviðum. Sko það er eins og að sé ákveð með bundi fyrir augu að fara í þessa styttingu vinnutíman. Því að þó borgarstjóri segja að þetta hafi ekki verið mistök, þá allavega gengur þetta ekki upp. Það er gat. Það er farið í að stytta vinnutíman þannig að leikskólastjórnandinn og leikskólakennarinn vinni 36 tíma en barnið hefur enn 42,5 og það má ekki ráða nýtt fólk til þess að brúa þetta gat þannig að og hvað gerist þá? Nú, það er bara eins og hugsa enginn fyrir því og þetta endar bara með ósköpum og á sama tíma tefjast foreldrarnir lengur í umferðinni að koma ná í barnið og þurfa kannski lengri tíma út af því. Vilt þú þá semja baka afturkalla styttingu vinnuvikuna hjá opinberum starfsmönnum? Ég held að það hafi verið sko mikil mistök hvernig var staðið að þessu því að það var ekkert rætt þetta sem launahækkun eða kostnaðarhækkun eða þetta myndi valda neinum vandræðum. Þetta var að minnstakosti selt eins og maður getur sagt þessi kjarasamninga niðurstaða bara á þann veg að allir gætu verið styttra í vinnunni en samt kostaði ekki neitt og eða engin áhrif á neina framleiðslu eða þjónustu. Þetta blasir við allir gera til að bregðast við því? Já, ég er ekki að segja að það sé örugglega hægt að taka það tilbaka en það felst í því þá svo launahækkun eða kostnaðarhækkun sem liggur fyrir og ég er ekkert útiloka það að það geti þurft að auka kostnað á einhverjum sviðum en Reykjavíkurborg er með 200 milljarða í tekjur að hlutinn. Við höfum sagt það verður bara að fara vel með það fé og það verður að reka Reykjavíkurborg með ráðdeild leiðarljósi þannig að og ekki verður álögur hækkaðar á borgarna. Reykjavíkurborg er í toppi í útsvarinu 14,97% og með há fasteignagjöld. Þannig að það verður auðvitað að fara fram í gegnum það að fókusera á það sem að borgin þarf að sinna. Það kallar á uppsagnir starfsfólks ef að það á breytum áherslur? Já, það getur vel verið að það þurfa að draga úr einhver staðar eða til þess að spýta í annar staðar. Það segir sjálft. Já, er ekki mikil þörf á því með hvernig reksturinn á borgin hefur verið og með þær áherslur sem að við blasa í þessum fréttum sem að við verðum að flytja af fjáraustur í ónýtar byggingar og annað þeim? Jú. Þegar það er komið bara byggingarkostnaðurinn við að laga til leikskólabyggingu í 1,5 milljón per fermeter eins og þarna í Brákaborg við 3 milljarða króna þá það er náttúrulega virðist bara vera að það sé ekkert spáð í hvað hlutirnir kosta og dæmin auðvitað mjög mörg en það er nú kannski gaman að halda aðeins áfram með þetta leikskólamál að ég myndi segja þig sem gamlan verkalýðsforingja ég verið svo hissa á því að forystufólk launafólks sé ekki hafa neinar áhyggjur af því að
það sé að taka svona miklu lengri tíma að sinna sinni vinnu. Því að fólk tölum markaðslaun og það eru þetta laun sem fólk hefur eftir skatt, hvað þau séu samkeppnishæf. Það tala að stytta vinnutíma og bæta kjör, en vinnutímin í raun sá tími sem það tekur þig að afla tekna. Frá þau leggur á stað heiman til að komast í vinnuna og þangað þú komin aftur heim. Þannig að það náttúrulega til einskis að vera stytta vinnutíman á skrifstofunni ef að hann lengist jafnmikið og meira bara í umferðinu og leiði til og frá vinnu. Mér finnst þetta að vera sama, tvær hliðar á sama pening. Þetta að segja verkalýðshreyfingin ætti að beita sig meira varðandi umferðarmálin? Já, þeir ætti að hafa áhyggjur af því hvað að fólk fara að þurfa að verja meiri tíma í að sækja vinnu. En verkalýðshreyfingin eins og Sonja hjá BSRB og Halla Gunnarsdóttir hjá VAFR, þær berast á hælun haka gegn breytingum eins og í leikskólakerfinu þrátt fyrir þetta. Já, það eitthvað sem ég þarf að kynna mig betur, en ég segi bara að ef það eru 210 vinnudagar á ári og þú ert farin að eyða 20 mínútur meira á dag í það að vera í umferðinni, þá eru það 70 klukkutímar á ári. Það eru 2 heilar vinnuvikur. Og þetta eru raunkjara bætur nokkura ára sem eru teknar af fólki með þessu stíplu prógrami. Þegar farin í kosningarnar, þú ert með, segist vera með sterkan lista með þér. Hvaða væntingar hefur til kosningarna og ertu að bjóða þig fram sem borgarstjóraefni fyrir Miðflokkinn? Maður verður alltaf að vera tilbúin til að taka þeirri ábyrgð sem hann falinn, en Miðflokkurinn hefur engan fulltrúa núna og mælist með 2 í skoðanakönnunum, svona 9-10% fylgi, þannig að það verður nú talsett bjartsýnt af þér að spyrja mig hvort að ég sé að verða borgarstjóri, svona eins og staðan núna allavega. Ég bæði bjartsýnn eðlisfari og ég spyr nú eiginlega alla þessu sem að bjóða fram, því að menn vilja komast til valda. Jú, að sjálfsögðu vil ég að við komumst til sem allra mestara áhrifa og fáum sem sterkast umboð. Og ég held að við eigum mikið inni og held að við eigum eftir að bæta stöðuna og það sé engin góðgá að ætla að við gætum að minnstakosti tvöfaldað fulltrúafjöldan sem okkur spáð í dag. Upp í 4. Já, svoleiðis, ég sjáum bara til hvað gerist. Við ætlum að halda okkar málstað og áherslum á lofti og vonum það besta og auðvitað vonum við að við verðum þá getum komist í það aðstöðu að vera með í meirihluta. Ég held að við erum komið fram úr okkur ef við myndum spá okkur hreinu meirihluta, þannig að maður lítur að búast við því að þú ert annarkvort aðilega meirihluta eða í minnihluta og vonandi komast við bara í sterka stöðu og verðum í lykilhlutverki við það. Nú Sjálfstæðisflokkurinn að mælast með talsvert mikið fylgi í borginni, yfir 30%, á landsvísu hann alveg niður í kjallaranum. Miðflokkurinn að mælast mjög sterkt á landsvísu en mun minna í borginni. Þetta einhver draugur sem að þið þurfa að kljást við í þessari kosningabaráttu? Nei, ég nú ekki alveg með á hreinu, ég held að þetta að horfa á í miðflokkurinn náttúrulega með, þegar þú segir á landsvísu, þá er náttúrulega oft herri í öðrum kjördæmum heldur en í Reykjavíkurkjördæmunum. Þannig að það kannski myndi maður almennt búast við að flokkur væri í synki kjörfylgið í þá Reykjavík norður og suður gagnvart Alþingi og borgarstjórnarkosningunum, þó hafa þeir ákveðna sérstöðu. En þetta nú meiri gjá þarna hjá Sjálfstæðisflokknum eins og nefnir, því að þeir eru ekkert það háir í Reykjavík í mælingum vegna alþingiskosninga en rétt þarna yfir 30% svo hefur verið að mælast. Þannig að nei, ég held að þetta sé ein af ástæðunum fyrir því að við eigum mikið inni, að miðflokkurinn hefur kannski ekki sett eins mikinn kraft í að kynna sínar áherslur gagnvart þeim viðfangsefnum sem við að etja í borginni. Og ég ofta að minna á það þegar fólk að tala við mig núna þessi mál og tala við mig mál sem að eru á vettvangi landsmálana en ekki viðfangsefni borgarinnar, að þó að við séum höfuðborg og höfum hlutverki að gegna fyrir allt landið og annað, þá náttúrulega Reykjavíkurborg og sá vettvangur þar sem ég að bjóða mig fram, þetta sveitafélag.
sem að hefur lögbundum skildum að sinna við íbúana, þjónustu við íbúana. Það á að vera fókusinn. En þú veist vel að það umræðan nú oft hluti sem að hafa ekki mjög mikil beintengst við hag íbúana eða þjónustu við þá. En það eru ákvarðanir sem þarf að taka sem varða til þessar flugvölli sem varða landið allt og hefur verið mikið bitbein milli landsmálana og borgarinnar. Ég tel að Reykvíkingar verða að hafa aðgang að innanlandsflugvölli og ekki bara Reykvíkingar, heldur það partur af skildunni að vera höfuborg að fólk úr öðrum landslutum þarf að geta ferðast hingað með flugi og þá segja menn að óheppilegt að flugvöllin sé þarna og við þurfum að finna honum annan stað. Já, gott og vel, finnið honum annan stað en það búið að leita núna í áratugi og ég veit ekki hvort að fólk heldur það sé einhverjir huliðsheimar sem að eigi eftir að koma í ljós nú að fólk ekur og hefur dróna til að skoða og landakort. Hvar gæti þessi staður verið sem hefur ekki fundist í 20 ár þar sem á að koma flugvöllinu fyrir? Það ekki tilviljun að hann staðsettur þar sem hann í dag? Nei, einmitt. Eitt kannski rétt í lokin, sonur þinn, öflugur ungur maður, hann býður fram krafta sinna fyrir Miðflokki líka. Þú nefndi kærasta þín þingmaður flokksins í Norðvesturkjördæmi. Þetta maður horfir á Sigmund Davíð og systur hans og Nadine Guðrún Jaki hefur nú verið nefnd í sambandi við eitthvað framboð kona Snorra Mássonar. Þetta eitt stórt fjölskyldupartí? Já, hún var nú nefnd líka, margir spurt mig hana varðandi þennan lista en hún sóttist ekki eftir því, þannig að það svona ýmist. Nei, ég meina, það var oft verið feðgar í stjórnmálum en kannski ekki á sama tíma þó menn hafi verið saman í landsliðinu í fótboltafeðgar og með þessi inná í sama leik, þannig að á sama tíma, þannig að ég held að þetta nú meira tilvíðanir þó að þetta líka bara gott og fínt að fólk sem að næri vel saman og hefur svipaða skoðanir og bara góð stemming og ekkert að því en varandi Pál sérstaklega þá líst mér bara vel á þetta hjá honum en hann var að þessu alveg á sínum eigin forsendum. Hann hefur verið að starfa í Miðflokknum að undanförnu og sóttist eftir honum og það var fólk að biðja hann að koma í þetta og það var alveg óháð mínum farvegi og ekki dettur mér í huga að fara að fæti fyrir það en okkur þetta ganga mjög vel svo hann næði inn. Ég get sagt það. En þú hann það neðarlega. Þú að einhverja stefna í því? Já, verður það ekki bara okkar baráttumál að koma að palla inn, hann í 7. sæti. Já, þetta verður spennandi, ég held að það sé rétt að bjóði bara velkomin í baráttuna, við munum fylgjast mjög náið með framgangi þessara mála hjá öllum flokkum þetta hér á komandi vikum og þú ert núna komin í 8. sætið í stærsta slagnum, þannig að við munum kveða þig hingað og þennan vettvang örugglega oftar en einu sinni á komandi vikum. Takk fyrir það og takk fyrir spjallið. Gangi vel í baráttunni. Takk. Þá látum við þessu ágæta spjalli við Ara Edwald lokið á mánudegi. Við erum nú yfirleitt alltaf bara í loftinu á föstudögum en það kemur fyrir að við þurfum að boða til auka þátt af þessu tagi og það gerum við óhikað þegar að áhorfendur og áheyrendur okkar þurfa að fá upplýsingarna beint í æð. Þið fylgið síðan áfram með framvindu mála á mbl.is og í blaðinu okkar sem að kemur út á hverjum morgni. Verið sæl.